byrjum á einu ótrúlega skemmtilega atriði. Ég var að tala við bróður minn í gær og ég var að segja að það var koma til mín og hann sagði, já, sko í gamla daga að þá var ég dissaður fyrir að spila house af hip-hop-gaurunum. Já, passar. Þú byrjar í hip-hop-byrju? Nei, það er bara svona miskilningur sko. Það? Ég byrja eiginlega bara í því sem var í gangi, þú veist, í kringum bara aldamótin bara 90 sem basically sko techno, house og þar með svo undan, þú veist, hardcore. Svona jungle, drum and bass. Fyrst hardcore. Varstu þá með trackerinn? Nei, ég var ekki búið til tónlist sko. Nei. Það var bara, þú veist, þegar ég byrjaði að DJ-a, þú veist, ég byrjaði að DJ-a, þú veist, 12 ára. Og þá, þú veist, ég bara að spila hardcore og jungle. Og hvar varst að spila? Bara heima? Ég var að spila bara í félagsmiðstöð og þú veist, ég átti ekki græjur. Ég fekk græjur alveg bara fárlega seint. Ég fekk græjur sko í fyrsta bekki í Mentó eða eitthvað. Þá fekk ég 1 spilara og síðan fylgdi hinn eftir seinna. Með 1 svartan og 1 hvítan, nei 1 gráan. En þar og undan, þú veist, þá var maður í félagsmiðstöðunum og ég náttúrulega var í félagsmiðstöð út á Seltjarnarnesi eins og þetta disko. Það var gaman að hlusta á viðtölu hans. Ég vissi ekki að hann var að nesinu sko. Það var bara legend þaðan sko. Að þá var einmitt komið félagsmiðstöð og að því að það er ekki Reykjavíkurborg, þá voru peningarnir eitthvað á skornum skammti. Þannig að við vorum með hana Gemini spilara sem voru örugglega belt drive. Það er svona fyrsta, þú veist, mín fyrsta snerting við DJ-græður var í búðinu á Seltjarnarnesi. Þetta er 90. Sko, ég kemst fyrst inn í þetta DJ-búð, sko, örugglega í kringum 88. Af því að... Sko, Frostaskjól nefnilega. Frostaskjól var alltaf... Þegar það opnaði, það var 84. Já. Eða 85, eitthvað svona, ég man ekki alveg, þetta er eitthvað þetta tímabil. Það þótti svakalega flott, af því þar voru 2 SL-ar. Einmitt. Þetta var rosalega töff, sko. Já, og... En það var ekki svona nesi. Nei, en þar var líka Gemini Mixer sem var með sampler. Sampler, takk. Já. Var það út á nesi líka? Nei. Hvað mixer var út á nesi? Það var einhver, þú veist, 4 rása einhver Gemini Mixer, ég man í hvað. En voru þið með, sko, í Frostaskjóli, þá var haldin, sko, ábyggilega fyrsta plötusnúðakeppni Íslands. Einmitt. Sem ég vann þá. Og ég held ég að við unnið hana út af því að ég byrjaði á Thriller og ég seti Reik. Ég held það sko. Ég vissi ekki sem að mætti taka með sér accessories í þessa keppni. Þegar ég byrjaði að spila að þá, að því ég var sko trommuleikari og ég var svona, þú veist, rosalega mikið í músík, byrjaði að snemma sem trommuleikari. Að þá fattaði ég þetta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En það voru ekkert svo margir í því. Þess vegna fannst öllum þetta bara, varst þú í því? Fattaði þú þetta strax eða varst þú bara í Já, ég var með, nei, þú veist, ég er náttúrulega bara að beatmatcha, þú veist, það er bara fyrsta sem ég er að gera, þú veist, hip-hopi kemur seinna, ég var rauninni neyddur í hip-hopið. En ertu það ekki að gera músík, sko, þegar þú byrjar að spila og þannig til þú fer að gera músík? Það líður alveg svolítið tími, sko. Þú veist, ég byrja ekki að gera tónlist fyrir henni eða svona 16-17 ára. Og þá er ég búin að vera, þú veist, ég sá ykkur 2 bíómyndir sem var 12 ára og það bara breytti mér. Svo Juice og ein sem heitir Fly by Night og það er, þú veist, þá bara fór ég heim og ég fór í skólan, fór í sauma, stal svona fyllt sem maður notar í svona jólaskraut, bara skellti á plöðspilaran, tók sko orginal 7-tómmu með hljómum, bláu augun þín frá mamma og pappa og sko rústaði plötunni sko og nálunum og öllu. Ég held að pappi sko, ég bara, þú veist, svo mikið respekt á foreldrar mína að hafa lyft mér þetta sko. En þarna lærði ég basically að skratsa bara með þessu og þannig að ég var strax farin að fikta við að skratsa áður en ég byrjaði að spila hip-hop. Ég var bara að skratsa yfir, þú veist, jungle og breakbeat og eitthvað svolítið stöf sko. En varstu þá bara að spila þegar þú byrjar í jungle og breakbeatuna þetta er samt svona tracker tímabilið.
Trakkerinn rosalega mikið jungle og allt þetta en svo verður þetta kannski meira svona alveglega hjá þér þegar þú ferð yfir í hiphopið það svona í fyrsta skiptið kannski finnst þess að segja en þú veist svona fyrsti gaurinn sem svona bendi mér á það kannski væri þetta eitthvað sem ég geti gerst var maður sem heitir Már sem pappans MC Gauta af því að þegar við vorum ungir þá fengum við, kringum 16-17 ára þá fórum við í stúdíóið hans að taka eitthvað upp eða ég var með félag minn sem var að taka upp Átti hann stúdíó, pappas MC Gauta? Hann átti stúdíó hérna í Borgatúni þar sem er núna stóra glerhísið það var vídeolega og eitthvað dæmi hann á horninu og svo stúdíó og smíðaverstaði þarna á bakvið og það var kveikt á einhverju píanu og ég var eitthvað að spila eitthvað, ég var bara ít á einhverju kís og hann sagði bara, ég held að þú væri bara einhver vitleysingur þú er kannski með eitthvað og ég var alveg, ok, kannski þarf ég að gera eitthvað í þessu og út frá því þá kaupi ég fyrstu græni minn, MPC og MPC 2000 XL og ég langaði alltaf í 3000 en hann kostaði aðeins meira og þessi MPC var byrjun á einhverju svona financial crisis á mér að því ég sem sagt þurfti að kaupa hann á fyrsta kreditkortinu mitt og ætlaði bara að nota það í þessi einu kaup Manstu hvað keyptir hann? Keyptir hann í hérna Ég keypti hann í sjónvarpsmiðstöðinni Ég keypti minn, ég pantaði minn sko en sko MPC var kannski ekki mikið eins og kannski í dag, hann er mikið notar í hásmúsík í dag, rosalega mikið var rosalega mikið notar var og ennþá en hann byrjaði svona, varð eiginlega svona legendary í hiphopinu fyrst Já, þetta er eiginlega bara pingu svona, þú veist, nú er ég búin að vera að hlusta rosa mikið á einhver podcast við einhver svona house legends, bara, þú veist, Kenny Dope og alla þessu gaurar og þessir gaurar náttúrulega bara byggu á sömu slóðum og þeir sem að voru að gera hiphop Detroit? Nei, hann er New York og líka allir Detroit-gaurarnir, þeir voru allir með MPC og S950 og SB1200 og allt linkaði einhvern veginn saman og eitthvað sko. Þannig að því meira sem ég er búin að vera að kynna mér sko sögu til dæmis hústónlistar á þessum tíma því meira kemur í ljós hvað margir notaðu allir sömu græjurnar af því að þetta var bara græjan sem að gaf þeim sem áttu rétt svo pening fyrir þessum græjum bara frelsi í að kreita eitthvað fyrir sjálfum sig, eitthvað nýtt úr gömlu efni, sampla og allt þetta dæmi, skilur Já, sko, þessu tímabila þá sko, ég einmitt eins og örgulega þú, ég er mannur sko YouTube að hlusta á alls konar sögur og eitthvað svona einmitt. Og ég sé sko J. Dilla þú veist, allir þessir gaurar, þeir eru rosa mikið MPC Já. Og hver gerði þarna heila plötu á MPC 60 það var hann hérna DJ Shadow já, DJ Shadow já. Þegar ég bara hlusta á hann Introducing er MPC 60 og held S950 eða S1000 eða eitthvað og það sem að ég er sko í svona veist, eins og tími líður og þá hef ég sko fattað að til þess að búa til ákveðið sound og eitthvað svona að það er eitthvað sem að tölvan getur ekki gert Nei. Þú veist, þú getur gert það þú færð ekki orginalinn Sko, ég hef alltaf sagt þetta við fólk sem er kannski stundum er ég að posta með vídeo og fikti einhvern græma eitthvað og ég fæ ósjaldan skilaboð frá hinum og þessum sem er bara, herru, þetta er græjan sem ég þarf að halda og ég segi alltaf, þetta er græjan sem aftur að skemma workflowið af því að, þú veist, þú getur ekki gert neitt á sig græj, fólk gleymir þýsundum að hún er svo flott og flott að sjá einhvern vinna á hana, en þetta er græjan sem að ég og þú þekkjum inn og út af því að við byrjum á þessa græju Þannig að hvernig ég stilli og sounddesigna mína tónlist í dag er inspiruð af soundinu sem við vorum að gera þá. Ég er að reyna að recreata í tölvu það sem ég var að gera með græjum. Þú veist. Og núna á ég bæði, þannig að ég get svona flakkat aldrei á milli, skilur við. SP1200 og MPC-en. Já. En þú veist, þegar fólk er að spyrja bara, ég hef oft séð á svona, MPC fórum og eitthvað á Facebook eða á SB1200 þú ekki að sjá svona posta það eru gaurar sem eru búin að eyða sko bara skólapening barnana í að kaupa sér einhverja $5,000 græju og fyrsta spurningin er hvernig set ég hljóð inn á hana þú veist, þér veit ekki hvað þeir eru með í höndunum
skilur þeir eru bara svona, hei, þetta þú veist, græjan sem allir svona Pete Rock og einhverju gaurar eru frægir fyrir og nú á ég hana því nú ég einhver accountant hérna í einhverju fyrirtæki og á einhvern pening, skilur og þeir eru allt í einu bara að vita ekki hvað eru að gera við þessa græju, skilur en í staðin fyrir að eyða peningi í þessa græjur þú veist, besta græjan sem þú getur átt í dag er bara tölvaðin að þú getur gert allt á henni fyrir þann sem er að byrja til þess í dag, skilur Ég held að þetta sé samt mér langar svo að kynna fyrir fólki það verður svo gaman að setja bara eins og SP1200 eða MB7300 fyrir framann og ástæðan yfir ég keypti MB7300 það var að netið var ekkert svo mikið komið og ég var alltaf þá var ég að vinna á Cubase á Atari 12 og þegar að kikki og snýrillin lentur saman það flangaði alltaf smá það var aldrei svona dead on eins og ég elska bara þetta verður alltaf verið dead on og ég bara sá í einhverju blaði bara the most tightest sequencer in the world og það var MB7300 og þá fór ég upp í sjónvarpsmiðstöð og pantaði MB7300 og það er þessi þannig og það eru 25 ár síðan og eftir það þá bara, þú veist ég getur verið með kick og klapp og einn hatt þú veist, ég getur verið með einn opinn hatt og svo bara tjópa ég hann bara niður í þú veist, bara minka sampultæmi í honum eða, þú veist, editir hann bara þannig og ég veit, ég get gert 10 lög bara með þessu sondi, þannig hann grúvar bara, það er eitthvað inn í honum sem bara grúvar svo rosalega vel það var alveg alltaf að vera að tala með þessa græjur að þarna, þú verður að vera með 8 outs ég notaði aldrei út af því að summing dæmið, nú erum við að nörda alveg í döðlur hérna að það sem að kemur út úr stereo saman bara þjöppunni sem á sér stað þar finnst mér sanda betur heldur en að taka individually out og þetta var samt að því að MPC 2000 þá alltaf þurftur að kaupa 8 útganga þú þurftur að kaupa effektakortið og ef þú vildi bæta einhverju öðru við eitthvað svona En notaði þú effektakortið inn í honum? Nei, ég er bara Ég myndi til dæmis aldrei gera það Ég er tiltölulega nýbúin að kaupa það bara þegar var strákur að selja það fyrir slik og ég keypti það í hann, þannig að nú er minn alveg bara spect out skilur, bara með öllu sem ég líka bara gera þetta sem er gaman, af því ég get notað það en ég nota aldrei En ég meina þá er þetta komið kannski með eitthvað reverb sem var kannski, þú veist, soundið þá Já En samt ekki að því það var áttingin pening fyrir því þeir sem að keyptu sér MPC 2000 keyptu sér hann af því þeir áttu ekki pening fyrir MPC 3000 sem þýtti það að þeir áttu heldur ekki auka pening einhverja $400 fyrir að fara að kaupa einhverja 8 útganga og effektakort En þegar þú byrjar en þú veist, ef við erum að tala um 8 útganga þegar þú byrjar að gera þetta, því að nú kannski það sem var vandamáli hjá mér er að ég var með mixer og svo var maður kannski komið mixer og sampler vandamál og ekki vandamál ég hef með sampler og mixer eitthvað svo bara, já ok, ég er búin að gera lag hvert set ég lagið, hvert fer ég með það þú veist, og þá var ég með kassettur en það gæti náttúrulega ekki spila kassettur og þá keypti ég dattæki skilur, hvert fórst þú með þetta, voru tölvurnar gastu tekið inn á multitrack inn á tölvu eins og fyrsta platan eins og ég var að skoða plötuna inn á Spotify og þá kemur þarna ykkur gerir hiphop plötu sem þú fær fullt af artistum með þér er ekki rétt hjá mér? Jú, Pro-Tools er komið þá þá er Pro-Tools komið Pro-Tools komið þá það er 2007, 2008, 2009 eitthvað En tókst það upp í stúdíó eða bara heima? Nei, við vorum með stúdíó sem að út á Nesi og þarna þá var Pro-Tools alveg komið í gang ég bara, áður fyrr þá vorum við með aðgang í Studio Gni sem að var hjá Má sem var að segja frá hann hjá pappa skauta og veit ég hvað þegar það var Studio Gni þá veit ég hvað pappi minn tók hann upp hann á myndir af sér þar inni og svo ég aðra myndir og vídeo þetta var stúdíu sem að Rappi byggði fyrst held ég það getur passað þú er ekki alveg að fara með það en það ringir einhverjum bjöllum en þetta var geggja stúdíu og líka bara þú veist, hann var bara svo þú veist hann var svo almennilegur að leyfa okkur þú veist, á þessum tíma þú veist, 16, 17, 18 ára strákar þú veist, bara eitthvað að reykja inni og koma fullir og eitthvað alls konar og sóð allt út í einhverjum pizzakössum og eitthvað og ég man ekki eftir einu skipti sem hann rukkaði okkur hann sá eitthvað
eitthvað svona potential í semst Magga sem að kalla sig Knúsi Jones í dag sem var í Subterranean við semst kynnumst í gegnum það við vorum einhvern tímann í svona einhverju svona krúi eða bandi saman og vorum sænuð hjá einhverju leibóli sem sendi okkur þangað í upptökur og þar kynnist Magga og mér líka og sér eitthvað í honum og leifir honum í rauninni bara dálítið að róma hann bara frítt og kennir honum í rauninni bara á Signal Chain, þú veist, bara á alveg analog studio og tape og allt þetta dótskilur og við fór gott til orð fengu dálítið svona að fljóta með veist, inn í það, þannig það basically veist, að fyrst þannig að það voru eina skiptið sem við gátum tekið upp síðan setna meir, þú veist þegar við erum sjálfur konið með stúdíó, þú veist við vorum ekki með Cubase, við vorum með Cubases sem fylgdi með hana creative þarna hljóðkortunum fyrir PC-tölur og við tókum upp eitthvað svona þannig nokkur lög inn á Cubases og þú veist, bara í gegnum sko, við vorum með bara SM58 eða eitthvað í einhverju snúru og einhverju adapter og annar adapter í svona mini-jack og inn í mic-tengið í creative það var 2 mini-jack aftan á bara hræðilegt kerfi sko en það er líka mjög gaman að nefna það því einu enni hjá þér að þú átt mjög stóran part í þessu stúdíói þú er kannski bara að gleyma því þegar við keyptum, þegar við svo fengum allt í einu bara, nú verður þið að fara að kaupa Pro Tools þá fórum við og með einhverjum vafasöfum leiðum græjuðu okkur G3 tölvu og Pro Tools stikki 01 og við erum með þetta, við bara hvernig við að tengja þetta og bara hvernig innstölu við vorum með einhverja 4 setja hvað ringi í þig ég ringdi þig og þú komst og þú varst þannig sveittur í fleiri klukkutíma og innstælaður öllu draslinu fyrir okkur og það virkaði og þannig byrjaði það byrjuðu fyrstu FL-tökunar þessi gaur, hann hjálpaði FL bara frá byrjun sko og þetta gleymist þetta að nefna sko og ef við svona, nú ætlum ég aðeins að fá taka nokkuð skref tilbaka líka sko að við vorum að tala um koppabróðin einhvern tíma var hann að passa íbúðina hérna á Holtsgötu og þetta var áður en að ég átti græður ég átti MPC og þú veist mitt set að þú vorum að tala um hvað ég var að nota í gamla dag mitt set fyrir fyrstu FL-plötunar var MPC-en DJ mixer og plötuspili það var ekkert annað og síðan var ég bara með fermingagræði sem ég tók upp beats til að láta strákan að fá og við erum allavega hann er að passa íbúðinu sína og hann býður okkur að koma og chilla og ég ætla að fara á klósitið og ég lappi vitlaus og hurð og lappi inn í stúdíóið þitt og þetta var í fyrsta skiptið sem ég hafði farið heim til einhvers og séð sko, þetta er á þeim tímabili sem að sko MPC 4000 og hérna rakka MPC-arnir bláa serían seta eitthvað einmitt og ég sagði sjálfum bara þegar ég verð stór eða stærri þá ætla ég að eigna svona herbyggi þannig að þetta er fyrsta sprettan af því sem ég er núna með heima þetta er aldrei skemmt ég tók sko Svefnibergið fyrir þetta sko það var ég man þegar ég fekk þú varst með rakka sko allan hringin ég hafði aldrei séð svona heima hjá einhverjum áður skilur sko þegar ég keypti mitt fyrsta prófkerfi þá var ég í meðferð og ég hringdi úr tíkallarsímanum og ég pantaði pródúskerfi pantaði risa pródúskerfi þetta kostar nokkra tíkalla þetta er bara svona þegar fólk maður gleymir ekki þegar fólk gerir maður eitthvað svona greiða þetta er bara eitthvað sem maður gleymir ekki og ég hringdi í hljóðfarahús pantaði það og svo kom ég í bæinn og ég fer upp í hljóðfarahús og ég man að hann gerði díl við mig bara svona innanhús stíl og ég skrifaði undir fyrir að borga ég þar lagi en þegar ég keypti það, því ég keypti Protos HD það þótti flottast ekkert latency að því að kortin voru inn í tölvunni að þá brjála að gera mér þá byrjaði bara því það var allt í Protos ég er einmitt að fá einn tíminn í smá spjall sem að verður mjög skemmtilegt að því að hann translataði frá sko teipi og yfir í Protos skilur, það var alveg, þú veist, það var nýbúið fjárfest í einhverjum teipilum og einhverjum mixunum og eitthvað svona svo kom bara Pro Tools og maður þurfti ekkert á því að halda skilur en þetta er sko þetta er hérna, bara þú veist að tala um þetta áðan að þetta er svo góð tímabil og þetta er eitthvað svona manni finnst svo leiðilegt að sjá sko það er náttúrulega önnur tímabil bara fólk, krakkarnir upplifa önnur tímabil og verður alveg af gaman eins og hjá okkur en það var bara svo margt sem var svo nýtt
þú veist, maður gæti ekki, þú veist, það var ekki, þú veist bara það að maður gæti tekið upp heima hjá sér allt í einu, já. Þú veist, var náttúrulega bara, þú veist, revolutionary, þú veist, bara þurfum við ekki lengur að fara í stúdíu, þurfum við ekki lengur að við þurftum að kaupa okkur teip sjálfur, við eigum einhverstað teip með fyrstu ljónum okkar eða eitthvað í Subterranean, í Forgotten Lords, já. Þegar við vorum í Gný, sko, þá var allt tekið upp á teip og við minnir að við höfum einhvern tímann keypt eða bara fengi hjá Má eða eitthvað, þú veist, sem við bara áttum fyrir okkur, sko. Já. Og að geta allt í einu bara verið með, þú veist, Diggi 01 og bara tengt inn 2 mæka og eitthvað. Diggi 01, sko. En þetta var rosalega léleg græja, Diggi 01. Þetta var alltaf eitthvað vesinn á þessu, svo var þetta ekki heilt rakk. Þetta var svona hálft rakk, svo voru eyrun voru þið kannski með mixerinn sem var á borðinu. Nei, það kom seinna. Svo kom Diggi 02, hann var stærri, stærri rakk. Já, svo kom Diggi 03 líka. Það hætti ég í Pro Tools. Já, og fórst yfir í hvað? Þú veist, ég reyndar hætti ekki alveg í Pro Tools að ég var með M-Box, þú veist, það var með M-Box 1 og M-Box 2 og M-Box, nei, ég fór ekki M-Box 3. Þetta þóttur ræðilega greið, sko. Já, en sko þetta var svo mikið, þetta var alltaf einhver drævervesin og eitthvað svona. Já, þetta var bölva vesen. Það var bara partur af prógraminu. Nei, menn ég var að tala vesen, mér var svona gefið sko Logic þegar E-Magic átti Logic og það voru sko 8 DVD-diskar til að installa. Ég gafst upp á 5. Þá kom eitthvað error, ég bara, já, nei, glimtu þessu, samt búin að fylla tölvunum mína einhverju drasli sem var svo veist, með bara einhverju pingu litlu, fáum gigabætum eða eitthvað, veist, það bara fór svona, sko. En já. Svo fórstu frá sérst Pro Tools. Sko, ég var í Pro Tools alveg dálítið lengi, þú veist, ég gæti alltaf bara unna á Pro Tools bara með loka augun, sko. Sko, hip-hopið, sko, ef kannski fyrir þá sem þekkit ekki, sem að hlusta, að það kemur oft á netinu svona, að þá er Logic, að það er svona fíni kallinn, FL Studio, það er ungi artistinn, þú veist, þetta er allt svona, þú veist, Pro Tools, sko, Pro Tools var bara basically það eina sem var, þú veist, það var Pro Tools og Cubase. En Pro Tools í dag er samt rosalega mikið í hip-hopinu, finnst mér. Þú veist, sko í vókaltökum í svona orginal gömlu skilur í vókaltökum í dag er Pro Tools rosalega mikið nota ef ég séð í stúdíum og heyrt í podcastum og svona en þú veist, mest af hip-hopi í dag er til dæmis samið á FL Studio og FL Studio einhvern veginn, þú veist, þegar hét bara Fruity Loops, það vildi engin snerta neitt sem hét Fruity Loops, skilur þá, síðan allt var þetta núna sko brautriðjandi í alls konar nýjum tæknum, þeir tóku fram úr Ableton, þú veist, fyrir 5 árum eða eitthvað. Nú er Ableton svona aðeins að koma með eitthvað nýtt og það var aldeilis tekið sinn tíma, þeir voru líka, þú veist, nú er ég búin að vera í Ableton í síðan, hvernig dó Bíógen? Ég fór í... Hvað var Bíógen? Bjössi? Já, Bjössi, ég held að vera að tala um forrit, já. Nei. Bíógen, ég á sögum hann líka maður. Hann gaf mig fyrstu svona forritin sem að maður gætt, hann litna hafa disk með forritum, eða plugginum. Já, hann neytti mig í Ableton, sko. Já. Hann bara, ég vissi hver hann var, fyrir mér var hann bara, þú veist, algjör legend. Gótu gæi í tölvumálum. Ég mann þá var ég smá í Guskus, eða þú veist, kynntist Magga Jóns og þú veist, og hann var að prógram allt sjálfur, hann var í Max for Live og öllu þessu dæmi langt undan. Fólk þorði að opna það, sko. Já, þá mætti hann með laptop, mann ég, Apple laptop, og maður bara, wow, þetta er ógeðslega töff, sko. Já, en þar á milli, ég náttúrulega, þú veist, ég er búin að prófa svo mikið, ég var í Reason rosalega mikið, var reyndar áður en það varð síðan, sko, full gæði, það var alltaf eitthvað svona soundið var eitthvað, ég man í hvað bitrate var, það var eitthvað svona frekar mikið drasl, sko, en ég lærði rosalega mikið á Reason, og svo var ég í Logic líka, þú veist, alveg í nokkur á svona samhlið af Logic, ég fílaði Logic af því að það fylgdu rosalega mikið af nice plugins með sem litu rosalega vel út. Þú veist, fyrst þegar ég fór í Ableton og opnaði eitthvað, ég bara, hvað drasli þetta? Það er ekki eitthvað svona appealing look, þú veist. En síðan fór ég bara einhvern veginn alfarið yfir, þegar ég misti í rauninni Pro Tools kerfið mitt út af því að nýjasta uppdati eftir að Avid keypti Pro Tools, DigiDesign fór á hausinn eða ég manni hvernig það var, þá hættu þeir að supporta gömlu interfacin og ég var nýbúin að eyða sko 300-400 kalli í Digi 03 mixerinn og síðan bara næsta update, bara not supported
þannig ég bara, ok, fuck this og ég held áfram bara það hefði þá verið Protus HD þá hafði farið frá Protus 24 og ég verið Protus HD það hlýtur að vera eitthvað svona tímabil sem að það var bara eitthvað software dæmi, það bara supportaði ekki hver var afiðin? Hver var afið minn? Það varst ekki að segja afi minn nei, Avid Afi, já, ég var að hækki heyrða þegar ég bara Afi, ég finnst að tala pappa eins og Afi er bara hvað fólk er Avid þannig að sem sagt kvikmyndaforritið eða þeir voru í þú veist, voru Afi það var einhver svona trick question en var pappin í músík? Pappi er tónlist pappi var rosalega mikið að draga mig í stúdíu þú veist bara frá því að pinkulítið var hann í svona böndum í gamla þetta? Já, hann er búin að vera að gulla í tónlist bara sína ég man eftir mér og lengu þar áður var í svona ballhljónsett sem áttu man ekki svona hvort að þeir held að þeir hafa aldrei gefið út lög en pabbi minn var rosalega mikið svona að ferðast og spila hann var með svona bara first gig til þeim svo Patró og alltaf að fara helgar hann er pínuleikari þá er ég að lesta rétt þegar maður lesti að maður fylgjast með en þar færði ykkur að Rhodes ást Fender Rhodes það kemur það kemur frá plötusafnarnas pappa því að fyrst þegar ég fæ MPC-in þá náttúrulega vantaði með plötus að sampla og ég fer bara að digga eitthvað í plötunum hans og þá fann ég það sem setti aldrei svona grunntónin í allt það sem ég hef gert síðan þá þú veist, Chick Corea Weather Report þú veist, allt þetta jazz fusion dæmi, allt það 70s stuff hann átti mjög gott safn af svona velvöldum plötum sem að voru basically sömpl í öll fyrstu beats og lög sem ég gerði og þú veist bara hvernig það er eitthvað við Rhodes þú heyrir bara eitt kord og þú bara þú veist og ég hef alltaf, þú veist, mér alltaf langa í það og síðan þegar við loksins hann keypti það, ætla bara að hafa hreinu hann vill örugglega ég segja en leyfi mér að hafa það þú veist, hann reynda var með það því ég bjóti í Berlín núna í ár, þá fekk pappa að hafa það í ár og ég var að sækja það daginn og það var svo þungt að hann sagði, ég þurfi ekki að fá þetta aftur en það er náttúrulega bara eitthvað við þetta hljóðfæri sem bara algjörlega það bara, þú veist snerti sál mína eitthvað alveg er þetta States 73? Þetta er States piano, já en þeir voru alltaf að modda þau eitthvað því að pappi minn átti það og það var búið að skipta út formagnunum í því til þess að geti verið með Janus spíkara sem voru 2 spíkarar sem voru þá gastu verið með tremóla á milli og þá var það svona hálfpartin stereo svona platstereo ég man ég að með Rhodes út í stúdíói og það var bara beautiful þú veist það er bara, og líka bara ég held að sé líka bara feelingun að þú sest bara við hljóðfæri fattar það mig og það er eins og að því við erum að því við tengjum náttúrulega svo rosalega mikið bara gegnum MPC þú veist, þú sest fyrir framanda hljóðfæri og þá bara gerist eitthvað ég ætlum þess að hugsa, ég var að fara svona yfir hlusta á lögin svo að gera og ég hugsaði, öll þessi lög er hægt að gera bara á MPC þú gæti gert það myndum að nenna því? Nei, kannski ekki alveg af því þú þetta tekur rosalega tíma en feelingurinn fyrir mér af mörgum lögum sem þú ert með og búin að gera af þessu hásdótari að það finnst mér rosalega mikið verið svona þú veist, það er kannski því ég tengi mig svo mikið við þig í sambandi við MPC en núna ertu alveg í Ableton þess að þú fer frá hiphopinu af því það er eins og þú hafi farið frá hiphopinu og yfir í hásið það var basically eins og ég segi, þarna ég manni hvað ár var bara rétt áður en Bjössi fer það eru 15 ár síðan það er langt síðan það eru allavega 15 ár síðan ég held það en hann allavega, þú veist, var bara einhver legend fyrir mér algjörlega. Bara hann og Þórhallur allt sem þeir gerðu saman bara á Ice Rift getum við reynið marga daga að tala það hvað það breytti lífið mínu skilur hann alltaf skrifa mér á Facebook bara eitthvað, blessaður bara var að heyra hérna eitthvað nýtt beat frá þér eða nýtt lag frá ykkur á SoundCloud bara geðvikt, ég bara wow hvað skrifa mér og hann segir síðan, og sinna eitthvað spjallaði mér smá, senda mér einhverju línu svona við og við hann segir svo við mig bara, hefur prófað Ableton? Ég eitthvað, nei, hann sagði ég þurfa að veðja,
ef þú ferð að vinna í Ableton þá áttu þetta að byrja að gera hluti sem að þeir aldrei geta dottið í hug að þú myndir gera og ég bara eitthvað, já, veist, ég kann náttúrulega ekki á það hann bara, heyr, ég skal senda þér link og ég er með eitthvað krakk, skilur settu þau upp og svo heyri í þér og hérna í næstu viku og þú kíkir tíminu til að sína þér á Max for Life þá opnast einhver nýr heimur og við gerðum eitthvað date bara, já, komum á þessum degi það var eitthvað í gangi hjá mér en ég komst ekki á þeim degi en ég hef sambandið við hann á Facebook og bara, herri, sorry, kemst ekki hann bara, ekkert mál með finnum annan dag daginn eftir fer hann daginn eftir já. Og ég var bara er þetta mér að gera það því ég nei, ég segi svona, en þú veist, þetta var rosalega skrítið timing, skilur og síðan fyndi síðan í jarðaförinni, í erfidrykkjunni sitja á borði með 3 öðrum man ekki alveg hverju það voru, hvort það var strax sem heitir Dabi man ekki alveg hverju það voru, anyways og við förum eitthvað að tala bara, já, hvernig þekktust þið og eitthvað og þá allir sem sátu á þessu borði fengu sama skilaboð frá Bjössa bara nokkrum vikum eða eitthvað mánuðum að byrja að prófa eitthvað annað og eitthvað og kíkja á sig og eitthvað svoleiðis og þetta er alveg magna og við vorum bara, ok, þú veist hann alltaf bara vissi alveg hvað hann var að gera hann langaði bara að planta einhverjum seeds og síðan bara hann hefur bara verið rosalega óeiging þegar ég kynst hann kemur inn í stúdíu og það var eitthvað tölvuvesin og það var hringt í hann hann kemur og hann sér eitthvað system með mér og hann byrja bara að henda forritum minn og það eru bara forrit sem ég nota þetta í dag skilur þau, eða plugginar skilur þau, því hann var bara með þetta eins og ég sagði hann var með þessa laptoptölu og ég bara, wow því það var á Apple laptoptölunum það var ekkert latency það var ekkert latency inn og út skilur þau, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega bara eins og með Árna því þetta er alls saman félagar sem eru farnir frá okkur skilur þau, ég var að segja ég keypti með Dánur Sampler sem að bara fyrir bara 2 vikum á hann hvað okkur og og ég gerði það bara því mér langaði bara að kaupa hann hann er hérna niðri og með því ekki róbalt að væntum skilur þau, hvað sem blöð það? AKS 5000 já en það virkar ekki alveg snúningstakinn þú veist, ég er svona dellukatt ég held ég eigi ég veit já, ég held ég eigi hérna ég held ég 4 svo keypti ég síðast S fór ég upp á kaffibar það var eitt sem hringdi mig og sagði kaffibari kemur alltaf kaffibari smegir sér alltaf inn einhvern meginn í allt einhvern meginn þú veist, einhvern veginn og ég sé, og hann er eitthvað að selja S760 bara litlu, svona one space svartigurinn? Nei, 760, það er bara eins og 750 og 770 sem er stóri bara, orginal og svo það gerir 760 hann er svona bara einsraka og ég segi við hann hérna, já ég skal hérna ég bara kom og ná í hann jú, komdu bara upp á kaffibar og svo bara fór ég upp á kaffibar og ég átti ekki, veist, ég man ekki og það var eitthvað, vantaði eitthvað 500 kallar upp á og það segi, keyptu bara handan í bjór ég keyptu bara handan í bjór svo kaffibar, hann kemur smegir sér alltaf en þú ert þetta bara að spila um kaffibar já, það er eiginlega eini staðurinn sem ég spila á hér eins og ég hef stundum verið að spila príkinu áður fyrr ég hef ekki gert það í langan tíma en príkið og kaffibaran eru svona mín heimili en sko, þú veist, kannski við höldum svona línunni þú fer úr hiphopinu og yfir í houseið og þetta er svona deep house, finnst mér já, ég tek samt smá svona identity crisis þannig á milli sko ég gef út einmitt hjá Möller plötu sem var pingu svona það sem að breytti í raun öllu hjá mér það er bara fyrstu projektin þú veist, þetta er ekkert eitthvað bestu lög í heimi en það verið svona í fyrsta skipti sem ég reyna að fara út fyrir svona mitt svona comfort zone og pingu svona tilbaka það sem að ég var að hlusta á þegar ég var 12, 13, 14, 15 skilur, það er svona þau inspiration þú veist og það er alls konar á þeirri plötu þú veist, það er eitthvað slódæmi og síðan eitthvað sem væri kannski Möller er samt aldrei svona fyrirtæki samt þú veist, þú mátt smá leika þér það var þess, þú veist, það var akkurat ástæðan fyrir ég menna Árni heitinni mitt sagði bara mig hei, þú veist, vilt ekki gefa plötu og ég bara, jú, geggja því þeir voru með gott follow á þeim tíma og voru með regluleg kvöld sem allir sem voru að gefa út voru alltaf að spila á sko. Þannig að ég var aldrei svona í þessari Möller lest þarna í kannski svona 1-2 ár eitthvað þannig en síðan aldrei svona eftir það þá byrja ég bara að fikta og ég geri 1 lag, setja á SoundCloud og
og fullt að liði sem fílaði og ég bara, ok, best að prófum þetta eins, nú ég, að ég var eitthvað svona aðeins að fá leið á því að gera hip-hop og byrja bara að gera house og ég hætti bara ekkert. En byrjar að gera house þegar þú byrjar á Ableton? Nei, okay. Þá ég að gera bara alls konar bara, en þetta allt gert á Ableton? Já. House-ið? Já. Eða þú veist, nei, ekki allt en svona, þú veist, það endar allt í Ableton hjá mér það bara mitt Pro Tools í dag, skilur hvort ég sé að trakka inn úr MPC-unum eða eitthvað, en svona mest fer fram þú veist, Ableton bara eins og vinstri höndum mín dag, skilur þekkir þetta. Ertu með kontrollerinn, eða þú veist, pad-kontrollerinn? Nei, ég á Push, ekki Push 3? Jú, ég seldi Push 2 bara rétt áður við flutt út, skilur, ég var ekkert að nota lengur og mér finnst miklu skemmtilega að spila með keys, þú veist, ef ég að spila og nota hann ekkert fyrir trommur eða ég hef aldrei komið inn í þetta að setja eitthvað step 1, 2, 3, 4 þú veist, að láta það rúlla, sko með step sequencer, nei, ég bara svona tiltölulega nýkomin, já, þú ert náttúrulega með 909 það náttúrulega bara en ég nota, sko, trommuheilin sem ég nota nema 808 því hann ekki mítintengdur hann verður að syngast við hjá mér en ég, sko, kveiki á þessu og svo spila ég bara live-in ég sequencer aldrei ég spila bara live-in og stundum ég það tætt eins og ég tók þetta Tempestinn var að spila Shaker og ég spila hann bara live-in og hann bara stendur og það nýjasta remix sem ég geri og það sko að því mér finnst það einn trommel sem ég langar í og ég á náttúrulega ógeðslega mikið trommelum að það mér langar ógeðslega í Linn LM2 en það náttúrulega bara eins og hverjum vittlega að kaupa en það sem að mér finnst ég fá út úr MPC-in og sem ég elska við MPC-in að það að og trommuheilana bara, að það að geta pizza, þú veist soundið og svo pizza ég alltaf niður til þess að finna rétta pizzið, stundum fyrir langt niður, stundum fyrir hátt upp, stundum fyrir ekki neitt og þá fæ ég ógeðslega gott grúf og sérstaklega á shakerum skilurðu, þá fæ ég þetta og ég sampla oft trommuheilunum inn í MPC-num bara til þess að fá þetta sound og ég færi rosalega mikið út í bara að spila live inn og ég byrjaði á því það langt síðan, sko, að þá ítti ég bara rek og svo spila ég bara live inn eins og pad, ekki bassavísu þegar, ég vil hafa þá taldið svona tætt er svona pad og svona dótar í píano og svona, ég spildi bara live inn þú veist, og mér finnst það bara þú veist, ég náttúrulega búin að var rosalega lengi í Pro Tools svo ég editeraði að taka upp live ljónsveitir og alls konar svona, svo ég alveg fluent á því og núna ég í Logic og Logic fyrir mig í dag þetta bara upptökumaskína því ég náttúrulega á ógeðslega mikið hljómborðum og þannig eins og ég ger þetta eins og ég með múkarna, orginal múkin það bara bassinn minn Juno 106 hérna, það patið mitt þetta syntir minn þú veist, svona vinn ég að því ég með svo mikið af dóti og ég nenni ekki vera að leita alltaf að ykkur þú veist ég nota Omnisphere hefur eitthvað nota Omnisphere? Nei, Omni nota Omnisphere og svo nota ég Keyscape bara að mana mig í að kaupa það, sko Omnisphere það svo dýrt já, sko Omnisphere það sem þú ert að gera já, það sem Omnisphere það sem þú ert að gera var að sjá varstu að fá já, ég bara þetta bara já. En Omnisphere, þú veist, það svona þú veist, þeir eru með Keyscape og það eru geggju píano og það eru geggju Rhodes mér langar svo í Keyscape það eru bara bestu Rhodes þú veist, VSTs meira að segja, sko, Rhodes með Waffes-T loksins þeir eru með sitt eigið og Keyscape sonda miklu betur En notar ekki Rhodes þá sem að pappina? Jú, ég nota bæði, sko stundum leigir ég stundum að því að það sound, það Rhodes náttúrulega bara basically eitt sound sem að hægt að tvíka eitthvað til en en síðan ég með bara önnur variation af soundum með Waffes-T, skilur En það sem ég heyri líka þegar ég hlusta á músíkinina að þú notar, þú ert í hiphopinu og gerir rosa mikið á samplum og þetta snýst náttúrulega sampl en þú ert ennþá í því svo þitt svona hvað getur maður sett, identity eða hvað, þú veist, þú elskar að sampla Ég elskar að sampla og líka bara það sem ég get gert núna, þú veist, með svona græjurnar sem ég með og þau plugin sem ég með það að ég get líka bara búið til minn eigin sömp ég stundum bara tek eitthvað upp leira það síðan tek ég allt pizza niður choppað upp í döðlur
og þá ég bara að gera basically það sama ég var að gera, þú veist bara með plötum eða eitthvað en sko samt við svona sampling, þú veist þeir sem að hafa verið djúpt í því að sampla og leita af sömplum og verið að bara ferðast heiminn til að leita sér að einum snér, þú veist, á einni plötu þú veist, plötusatnum mitt var miklu stærra en ég losaði mig við allar hennar plötuna sem var kannski bara eitt hérna, búp, sem ég fílaði sem ég eitti pening til þess að kaupa, skiljur en þú veist, það samt ekkert fyrir mig, það ekkert meira satisfying en að finna plötu með soundinu sem að þú vissir ekki á þurftir en fannst það loksins og notaði í lag á eitthvað svona smekklegan hátt choppa eitthvað upp, finna bara the perfect loop til að choppa eða eitthvað það eitthvað svona þú veist, mjög satisfying við það, skilur sko, það orðið erfitt að gera þetta í dag af því að það bæði sko, þú veist, svona bestu hvað maður segja, bestu það náttúrulega endalust af tónlist til þess að sampla, skilur en með tímanum, með þú veist tölvum og einhverju, maður verið alltaf latari og latari og þegar ég var í Berlín það ákveði bara, ég tók með mig mjög lítið auðvitað en ég ætla bara að taka með mig bara það fundament, bara MPC 2000 og bara tölvunum mína og plötuspilara, þú veist og ég ætlaði bara að prófa að byrja aftur á byrjun en ég fann bara svona í hausnum á mér að ég þarf að virkja þennan part í hausnum bæði til þess að hlusta rétt á plötur og nenna svo að sampla og tjópa það einhvern veginn upp í staðin fyrir bara að sampla og lúpa eða gera eitthvað svona þannig dæmi, skilur Við vorum að tala þetta bara akkúrat í dag, það þetta nenna skilur en það sem að líka eitt sem að mér finnst frábært við þig að þú sko já, ég myndi segja sko, það ekki margir kreitdiggarar eins og þú á Íslandi skilur að því ég sé þið upp í Reykjavík Records alveg Lucky segi, Lucky Records og þú veist að reyna að finna sömpla eitthvað sem að finna sömpla ekki það samt Instagram myndin fattur þið og það eitthvað sem að þú veist að því að við erum mjög svipaðir í því sko ég manniskur á að horfa alls konar YouTube alls konar tónlist og það aðalega hip-hop og house skilur að því það svona house minn grunnur eins og ég var að hlusta okkur á balluðu útgáfa hérna Where Love Lives skilur brjálæslega flott háslag með Dave Morales og Frankie Knuckles skilur og fyrir þetta eru bara þú veist ég búi ekki til svona músík að þá elska ég svona músík þú veist og til dæmis eins og músíkin sem að þú býr til fyrir mig þetta svona deep þetta svona músík sem að ég svona þetta berláslega cool matabóð þú veist að ég búi til svona músík sjálfur líka og þetta þú veist maður getur þú veist við erum okkar kynslóð að við erum ekki að hlusta á einhvern rólegan jazz eða eitthvað yfir matabóðum við hlustum á gott house eða þú veist, ég enda að fæ ekki að hlusta á house ég matabóðu heima mér ég að segja matabóð þú veist, eins og maður fyrir YouTube og skrifa bara cool New York house dinner music en svo er náttúrulega house í dag hvað house? Þetta nafn bara hvað house? Hvað deep house? Og ég þurfti pingu svona, þú veist, hef þurft seinustu ár dálítið að endurskoða hvað ég kalla það sem ég að gera. Við þurfum bara að anda djúpt. Og ég kalla allt sem ég gerir bara house. Af því ég vil ekki vera hérna að gefa út, herri, nú ég að gera tech house, nú ég að gera deep house, nú ég að gera, þú veist, tribal house eða eitthvað sem þetta kalla í dag, skilur. En ég kalla bara allt sem ég gerir four to the floor, bara house. En sko, músíkin sem þeir spila á Coachella á main stage, það house líka. Þú veist, þetta komið út í vitleysu, sko. Ég veit það, þú veist, þegar þú byrjar að blanda sko EDM yfir eitthvað og kalla það house, þá í rauninni stefnan basically ónýtt. Þú veist, það skiptir engum máli hvaða stefna Nei. En þegar það fer á þessi svið, þá breytist þetta í eitthvað og þá missir daldið svona nafnstefnunar svona það missir daldið svona fútið í einhvern veginn í sér, þú veist. Og ég búin að vera, þú veist, það sem ég gerði núna úti að því ég tók bara algjörlega bara frí frá vinnu og bara skutla stelpunni í leikskólan og sækja og síðan var ég bara að fara í plötubúðir og það náttúrulega bara, þú veist, rugglaðar plötubúðir fyrir elektróniska tónlist í Berlín
og bara digga og hlusta og bara svona þjálfa mig að hlusta aftur á plötur og bara svona heyra hvernig plötur frá þessum tíma voru bæði hversu illa pressaðar voru, þú veist, menn voru bara jammin og datt og svo bara beint í pressu og 100 eintök og þú veist, bara lag öðrum megin og eitthvað í skýta gæðum, en það er samt eitthvað mjög sexy við það, skilur og það er það sem ég er búin að vera dálítið að, þú veist, að digga eftir og meira sín á Traxsource eða Beatport, búin að vera að fara þér inn, segjum svo bara Deep House, búin að vera að fara hlusta á það afturbak, bara frá fyrsta release, bara sem að þeir eru með sem að gefa 2070 eitthvað og bara alveg til ársins í dag og þar fann ég svo mikið af gullmólum sem að tilheyra vissulega þessum stefnum ennþá, að þú veist, svona upprunalega þýðingin af Deep House eða bara Tech House eða Classic House eða bara House eða eitthvað, skilur og heyra svo hvað það er búið að breytast soundið innan einhvern veginn sömu stefnur án þess að það hafi verið kategoræsað sérstaklega, þú veist það er mjög fyndið, sko já. Og gaman í rauninni að finna lög sem er bara, já, ok, þetta var Deep House, þú veist, techno fyrst fyrir mér var bara house, þú veist, String of Life er house-lag en var svona techno, skilur já. Þannig að en þegar þú fórst til Berlín veist, að sko, eins og hérna heima að þú veist, það er ekki svo margir sem eru í þessari tónlistina heima og ég var að hugsa bara, þú veist, er ykkur að búa þetta til hérna heima? Sko, var meira miklu meira sko, í kringum 2000 og ég myndi segja að það hefði verið smá pík hérna hvað ætli ég segja, sko 2000 og milli 2007 og 2014 þá var einhver hópur af strákur sem að enginn af þeim að gera tónlist í dag og þeir voru líka DJ-ar, Arnar, Frímann já skilur, en þú veist, þessi strákar eru ennþá að spila það, sko Frímann er ennþá bara Bissi og Kaffbönni og Tommi hann alltaf að spila á hótelinu einmitt en það var svona ný kynslóð strákur sem er aðeins yngri ég var nýflutt 2007 frá Danmörku og þá var hópur kölluð þeir voru með ykkur events hvað var það, Reykvík eða eitthvað þeir voru að gefa út mix-setja, bara hard copy þú veist, Óli Ofur var partur af þessu líka, svona þessi sena þessi strákar og síðan einhvern veginn svona detta þeir einhvern veginn út úr þessu einhvern veginn og þá verður svona smá gap og síðan verður aftur eitthvað svona pík í kringu 2014, 15, 16 og þá er það Borg útgáfan sem voru Áskell og þeir strákar og síðan Lagaffe Tales sem eru núna búin að vera og gáf út alveg slatta af sko digital fyrst og leiðu við svissiður í vínil þá þú veist, fólk virkilega að taka eftir þeim ég hef aldrei hittum að það Lagaffe Tales já. Þeir eru alveg vel þekktir þeir strákar þeir eru, já, Viktor og Jón Björn já. núna eru orðnir fleiri eru orðnir 4 en þeir eru ekki eins mikið að gefa út svona þetta house sound eins og var í gangi þá svo voru hausar, við vorum með að tala um daginn já. Hausar, þetta var svona thing, svona happening þetta sem er tíma Möller líka já. Möller er kannski svona eitthvað, það er aðeins á öðruvísi samt meira svona experimental en samt hópur sem voru að gera sitt eigið já, sem voru bara með eitthvað sound þú veist já. Þetta er eins og þetta sé ekki í dag eða kannski er við bara nei, ég veit það ekki, þú veist ég allavega hef ekki heyrt einhvern nýjan house artista frá Íslandi sem að þú veist sem passar inn í það sem ég er að gera fattur en það eru nokkri strákar eins og það er Áskell sem var með Borg Limited, þú veist, hann er held í lúmskur að gera eitthvað en hann er líka bara að skrifa tónverk fyrir dansflokkin og eitthvað þannig dæmi skilur þannig að hann er alveg full í tónlist sko. Svo er líka þetta tropical dæmi. Hvað er það? Nei, tropical er náttúrulega, það er bara, tropical er hérna PWL, það eru samplingbankar
og það bara tropical music Nei, þetta bara Þú ert að tala tropical house Já Þú ert að tala stefnur á tropical house Já. Það hérna hvað heitir ég veit ekki hvað það Hvað heitir hátíðin, tónlistarhátíðin sem í Burning Man Þetta þessi músík Já og það eru nokkur sem að gera það núna Þú veist að tala tropical house, það mjög fyndið Ég fór í það sko Við vorum ekkert að spila hérna eftir Sónar þá vorum við með Lagaffi Tales og fleiri strákar og Borg og einhvers við vorum að spila kaffbarnum á minni með sunnudegi og Skrillex var þetta á sama hátíðin og hann var að spila á og hann kom á kaffbarinn Var Skrillex á Íslandi? Já, hann spila á Sónar Hann spila á Sónar og hann semast kemur á kaffbarinn og við bara, Skrillex, ok, bara ekkert að spá því og síðan sér einhver tweet hann var bara eitthvað, went to kaffbarinn love these tropical house kids við vorum bara eitthvað, hvað tropical house? Við sem ekki hvað hann var að tala þú veist Það svona kakó svo veit ég ekki hvort ég hef rétt fyrir við hvort að sé það sko Nei, maður veit ekki það er alltaf rugglislega ég veit ekki hvað nákvæmlega þú veist, ef þú myndir kannski sína mér lag sem að tropical house þá myndi ég, já ok þá get ég miðað fleira út frá best að kalla þetta bara house já, þú veist, það er allt house eða það er bara bass og tromma hvernig var hérna sko eins og til ég sé til þess að þú ert mikið að gefa út eða gefur slatt út og ert greinilega sænar eitthvað starf úti og gefur út þar ég líka, ég að gefa út líka og er úti og ég finn svo mikið fyrir að Ísland ekki markaður finnir þið fyrir þessu? Já. Ég til dæmis bara, ég veit ekki hvort ég hef selt neitt hérna heima samt selja daglega úti sko Ég fæ ekkert support hérna Ég fæ ekki neitt Ég fæ, þú veist, bara að vera alveg reynskilum Ég finn sko, og ég ekkert eitthvað ég skil það alveg að því að það, Ísland alltaf að elta eitthvað svona trend og bara house ekki að trenda skilur og jú, ég hitti stundum þegar ég að spila þá var einhver alveg, hei, bara er búin að hlusta þitt bara geða eitt og það var gaman að heyra það skilur en þú veist, það sem ég til dæmis búin að vera að gera bara síðustu ár bara hanga inn í mínu litla herbyggi og gera tónlist sem mér finnst basically vanta, ég reyna alltaf að gera eitthvað sem mér finnst vanta skilur það sama hér og síðan flytt til Berlínar og ég ekki að flytja við erum bara að fara þegar konum mér fór í starfsnám ég var ekki að fara út á tónlist en með, þú veist, ég á vini í Berlín og fer að hanga með þeim og leiði þannig stúdíu og byrja svo að hitta fullt af artistum í gegnum það og þá svona í fyrsta skipti sem ég fær svona ákveðið, þú veist ég veit ekki hvað íslenska orðið, bara svona validation bara, það var fáránlega mikið af fólki úti sem vissi hver ég var og var bara, þú veist, ég er búin að hlusta stöffið alveg bara frá fyrsta release og hérna bara geð gaman þú sétt komin hérna í Berlína senuna eitthvað og ég, er ég í einhverju senu þú veist, það var ekki beint planið skilur en ég fekk rosalega mikið bara svona staðfestingu á bara svona, já ok, þú veist, það sem ég búin að vera að gera að ná eitthvert þú veist, þetta ekki bara ég heima að senda svo e-mail og síðan sé ég eitthvað á Spotify eða á Beatport eða eitthvað, já ok, þú veist að gefa út geggja, þú veist, einhver likes skilur, þannig var ég ekki bara að tala við fólk sem að ég líti alltaf á svona jafningja í þessari tónlist. En það sena. Það nefnilega sena. Það reyndar mjög svona fyndið að það eitthvað svona ákveðið sound sem virðist verið alltaf að taka yfir og það líka hér og það út allan heim. Ég veit ekki hvað að kalla, ég kalla alltaf bara fast tempo music. Þú veist, það techno? Það electro? Það jungle? Þú veist, það eitthvað svona samsuða af fullt af einhverjum stefnum sem svona, þú veist, fólk kringum tvítugt, milli tvítugs og þrítugs rosalega mikið að spila og það allstaðar til dæmis í Berlín núna, það búið að taka þetta alltaf mikið yfir. Veist, það miklu meira þannig heldur en til dæmis, þú veist, þetta svona típiska svona Berlína tech house sem var rosalega mikið bara vinsælt og margir eru frægir í gegnum að flytja í Berlín og gera tech house, þú veist. En það ekki einn stór svona hópur af fólki sem að spila og hlusta á svona hás sem að ég geri eða að hlusta á eða stöf sem ég spila, þú veist. En þetta rosalega þéttur hópur, það þekkjast einhvern veginn allir. Þannig að ef þú þekkir einn þá rosalega auðvelt fyrir það að kynnast hinum og
og bara að fá innblástur frá öðrum, ég var að fara í stúdíó hjá hinum og þessum og þeir voru komin til mín og bara sitja niður eins og ég og þú að tala hluti og ekkert endilega tónlist og eitthvað þannig. Það var meira bara svona... Það gerir svona í svona, já ég sá með þarna að þú postar einhver, þetta svona community. Já. Þú veist og það skiptir, ég man þegar ég fór 20 ár síðan eða 15 ár síðan sem ég fór í stúdíó eða legði annars þar heldur en heima. Einmitt. Og mér var sagt bara það hringdi með einn gaur og hann sagði bara kontu tíminn og svo sagði hann bara prófa þetta bara. Já. Og þegar ég gerði það, þá breytist allt. Já. Og það er bara stuttu síðan og það breytist bara fullt hjá mér. Einmitt. Að því ég fór þarna, að því ég var með öðru fólki. Einmitt. Að því að þegar við erum að gera músík, þá erum við svo mikið einir. Einmitt. Sem náttúrulega bara frábært. Eins og ég sé oft dóttin að vera að dansa með þetta, sem bara, þú veist, það var alveg svo hjá mér og það bara, þú veist, og leifar effekta og svona, skilur við. Þú veist, að því við erum svo mikið einir í þessu og ég meina þegar ég með litustefnunum mínu svo þú að þú veist, ég var að gera músík og hún var bara flækast við hliðina á mér, þú veist, og þetta var bara líf mitt, að því einhvern veginn að þá mér finnst líka alltaf svo skrítið þegar fólk segir, já, ég er hættur að gera músík. Já. Það bara, hvernig getur það hætt að gera? Ok, fyrir mér að þá varstu bara aldrei tónlistamæður, vistu, þú hættur að gera músík. Þú veist, ég geti aldrei hætt að gera músík. Nei, ég var aldrei svo veist að því að nú dóttum ég 4 ára. Ég hef farið í fílu út í músík. Já. Einmitt, það gerist og það er bara eðlilegt en að því þú veist, nú er bara 4 ár síðan var pabbi að áður þegar við vissum áttum von á, þá hugsaði ég rosa mikið mikið af vinnum minnum sem að hafa ekkert gert sína urðu fóreldrar og ég skilða að því að börn eru náttúrulega mismunandi, þú veist, þurfa mismunandi, þú veist, athygli og alls konar svona og ég man eftir fyrstu 3 mánuðina sem að eru náttúrulega léttustu mánuðinni fyrir pappana að því að barnið er svo háð mömmunni þá var ég bara inn í stúdíu og ég var bara, þetta er ekkert mál þetta er bara skítlegt, ég skil ekki okkur að þessu hættu skilur og síðan kom 4. mánuðurinn og þá var svona rétt að mér barnið og þá var ég bara, oh shit bara ok, ég skildi það, síðan var bara ég var að ströggla skilur, en þetta var svona mesta low season í útgáfum sín í byrja að gera hás svona 2022 2023 og þetta er svona, ég er svona nýbyrjaður eða þú veist, það er svona ár síðan sem ég fekk svona aftur svona kraftin þú veist, ég geta gert það það má ekki gleyma því heldur að eiga góða konu þú veist, það skiptir öllu máli Þú veist ekki það nú? Já, ég bara, þú veist, það sem var ekki og þau eru náttúrulega bæði í listinni eins og hjá okkur og meiri skilningur skilningur er miklu meiri fattar það mig en þú veist, svo er maður all in þegar maður er bara maður þarf sinn tíma að því við höfum alloka eins og líka mér, ég er svona hálftímakur svo þarf ég aðeins að chilla 10 mínútur, svo fyrir ég aftur skilur og svo er ég bara all in en ég er búin að svo ég bara þökkum konum okkar bara hér og nú ángríns, bara takk, við elskum ykkur nei, að því ég skil alveg þegar það er, þú veist þetta er bara það sem ég er búin að gera sinna ég var krakki og ég get ekki hætti að gera þetta ef ég hætti að gera tónlist þá er ég bara að vinna mér innkomu þá er ég bara í vinnunni, þú veist, ég er náttúrulega með aðra vinnu og þá er náttúrulega borga reikninga og ég sem betur fyrir er ég í skemmtilegri vinnu sem er líka creative en að missa svona þennan part af mér er eitthvað sem að ég gæti aldrei gert og þú veist, félagi mínir þú veist, sem hafa búið út í Berlín og kannski fluttir heim til sín sitt heimaland eða eitthvað þeir orðni pappa, þeir verða að gera þetta þeir eru búin að gera þetta svo lengi þeir eru búin að vera að gera tónlist í 25-30 árið eitthvað og þeir hafa ekki gert neitt annað þannig að fyrir þá að fara inn einhvern vinnumarkað, ég er bara svo heppinn að hafa einhvern veginn álpast inn þú veist, að byrja að smíða og eitthvað svona, ég er ekki lærið smiður en ég er búin að vera að vinna við það í sinnistu 14 árið, nei 13 árið eitthvað hefði ég ekki gert það þá er ég pínufókt en okkur ég ætli, ég til við ég er náttúrulega unnið niður á veitingúsinu og hotninu og við erum með það og þú ert með smiðinu og allt þetta og maður er með svona, þetta er svona öryggi þú getur alltaf ekki vinnur sem smiður það er bara garantir það, hotni gengur alltaf vel, það er bara klassískt en ákverju ætli svona margir sem að eru svona eins og ég og þú og þá er ekkert endilega á Íslandi, þetta er bara allan heim fara ekki all in þora því kannski ekki að því þú þarft að vera blankur en þetta reddast alltaf ég veit, ef að
að því að nú lítur að vera með einhverja ég með tekjur úti skilur, sem eru allt í lagi og þú veist geti búið í litlir íbúð í staðan fyrir stóri íbúð fattar þau? Sko, það fer bara eftir á hvað aldrei þú ert að ákveða hvort þér að taka þetta stökki ekki, skilur. En myndirðu vilja hægt að vinna sér smiður og vera bara í músík? Þú veist, já og nei. Já, líka ég vil. Það er bara já og nei, af því að sko, þú veist, nú er ég nýkomur af, ég var á smá túrnum daginn, bara að spila í Sádi Arabíu og, þú veist, löngflug, þú veist, í bara allt öðru sér loftslag, þú veist, þekki landið ekki neitt, dálítið svona óvissa skiluru, en rosalega góð ferð, að hefnaðist allt geggjað og ég hugsaði svona með mig, gæti ég núna bara á leiðinni heim, gæti ég núna bara farið til London og hoppa í aðra flugvél í eitthvað annað gig, þú veist það er draumurinn alltaf fyrir mikið að líða að geta gert þetta sko en á þeim aldri sem ég er í dag ekki ekki svona tölun ég gæti þetta ekki í dag ég held ég hefði ekki heilsuna í það í svona langan tíma þú veist, ég er að horfa til þess félagi minn sem er ítalskur sem að flutti með ekkert frá litlum bæ á Ítalíu til Berlínar fyrir 15 árum og bara, ég vil vera það sem þessi tónlist er hann var ekkert nafn, eða ekki, hann byggði sig algjörlega frá grunni og seinustu 5, 6, 7 ár er hann búinn að vera að ferðast non-stop hann er að spila sko í Ástralíu það svo fljúið til Mexiko þaðan til Toronto stoppa við í Berlín fara til London hann er að taka kannski 3 vikur þar sem hann er að spila annan hver dag sko liggur við í sikkur heimsálunu og ég man bara eftir að vera að tala við hann á FaceTime eitthvað, ég bara sá á honum hvað hann var þreyttur en samt sumir eru bara byggðir fyrir þetta sumir geta þetta, sumir hafa ég var að horfa við aðrir krassa illa eða endi í neyslu og eitthvað svolítið stæmi sko, ég var að hlusta á viðtöl í gær á Apple Music hann frábært að taka viðtöl gaurinn hann í á Apple hann var að tala við Arman Van Helden held ég og hann einmitt krassaði og það var rosalega mikill eye-opener í bransanum hjá þessum risastóru þegar Avicii fór og hann sagði í viðtalinu, hann sagði það er engin DJ sem að túrar allan heiminn sem er ekki með eitthvað problem hvort sem að það sé alkohol, drugs depression eða hvað sem er og hann sem sagt, það reddaðist í honum að náttúrulega var valinn besti blödsnús 5 ári í röð sko og hann tók ákvörðun að svo kom COVID og það bjargaði honum af því þá var ekkert verið að spila og svo er annan núna sem að ég veit ekki hvort þú veit hver er, nú var Bretlandi, ég man ekki alveg hvað hann heitir núna James Hype hann er að keyra svo út og maður sér það bara þú veist, og hann er rosa sniðugur og brjálega að gera hjá honum og spilar að mínu mati ömulega músík sem að mér finnst, þetta er ekki fyrir mig ég fylgist mjög mikið með hann ég horfi á öll YouTube-vídeóna hans ég reyndir ekki að followa hann á samfélagsmiðlum en ég hef gaman að því að sjá að því að hann er mjög persónulegur í þessu hann er með 5 manna crew þeir ferðast bara allir saman hann er bara með hljóð og ljósamann hann er með manager, hann er með myndhugaur og síðan einhvern svona homie á kantinum sem að hoppar út í búð fyrir hann eða bara companion, þú veist en það er rosa gott að sjá svona að því hann segir bara, þú veist þó að ég lúki fyrir að vera living the good life og eitthvað svoleiðis þá er þetta ógeðslega erfitt hann er rosalega hann er náttúrulega bara non-stop ég ætla ekki að segja taka tilbaka með ömulu músíkina hann spila ekki músíka mínum nei, kannski ekki en hann er bara búið til trend og hann er að taka þetta 90s house skilur, og hann er bara samplað í og svo hann er búin að búa til að svo þegar kórusin er búin þá fer það bara yfir eitthvað beat sem að tengist ekkert læginu en þetta er bara hans stíll en já, gera einhver Prodigy House remix og bara taka einhverju gamla slagara og þú veist sko, konan sagði mig, hún er búin að segja óttið mig bara hérna var geðveitt að þú verður að túra maður og eitthvað svona, ég myndi bara segja nei ég væri bara svona, ég myndi bara segja nei ég væri til að gera ambient tónlist tímabili því maður er átt að prófa eitthvað maður er átt að prófa alls konar svo ég gaf þetta einhverjar 3 ambient plötur sem var alveg glata sko og
endaði með því ég hendi þeim bara öllum út á Spotify sko. Ég lokaði bara Spotify-inu minn og þá sá hann, það var í geðveitt ef þú myndir gera bíómyndatónlist fyrir heila bíómynd bara, eða þeir hringdi í mig, þá myndi ég bara svona nei, hringdi bara í þennan þú veist að því að það er svo svakalega mikið vinna sér fyrir í þetta og þá vorum við að tala til dæmis og þá eru konur því eins og túraði með þess að gæra þú veist, ég var náttúrulega í 25-30 ára að spila hver einustu helgi þú veist, ég mókaði peningum þú veist, ég var í algjöru góða þegar ég að spila, ég keypti mér einbýlishús skilurðu, þú veist, þetta var bara mokstur en svo man ég líka kvöldi sem ég hætti þá var ég að spila loftuninni í bæ og þá kom ég heim og sagði, nei, þetta er búið ég hættir þessu og þá var ég spilað til 4:30 og ég nefndi ekki meira þetta var bara, en þú ert náttúrulega í þessu upp á kaffibar, hvernig lokar að köpa það er 4:30 og mér finnst fínt að taka þú veist, ég spilaði náttúrulega ekki, eftir COVID þá hætti ég smá spilaðar en síðan núna að því að, þú veist, ég er búin að vera svo mikið bara í þessu mindstatei bara út í Berlín og eitthvað að koma heim og er bara ok, ég verð að byrja að spila aftur að því að mér finnst gaman að spila og ég hef tekið svona núna kannski 1 mánuð er ég virkan dag og þannig mánuð er ég helgi og mér finnst það bara fínt, þú veist, ég er ekkert að keyra út þetta er ekki svo gamla þegar, þú veist, þegar var engin sko lokunum tími og þegar svona á mínu svona píki sko, pík DJ tímbili sko nýr á priki þá var maður að spila frá 10-11 og bara þangað til einhver tíman bara klukkur 8 bara á ég að taka sambandi bara neina það er góð stefningur menn það seldur ekki bara ok, ekkert mál, ég held áfram og kannski komin heim bara 10 eða eitthvað það voru nokkur þannig var prikið alveg? Já, áður en að það var tekið fyrir bara, það var bara 4:30 núna þú veist að þetta var gert sko, þetta var 2000 tímbilið, þá var sko opnunatíminn gerður endalaus þetta er aðeins seinna mér en það opnunatíminn gerð endalaus á sama ári átt að gera Ísland að eitthvað fíkniefnalausu landi eða eitthvað svona en svo lefður opnunatími en þú manst af hverju þessu opnunatími byrjaði það er að því að sko þeir voru að stoppa sko slagsmál niður í bæ að því að alltaf klukkan þú veist þegar staðið lokuð í gamla dag nema Thomsen þá fóru allir niður í bæ og það var alltaf eitthvað vesen og til þess að fá fólk til að hætta að hanga úti þá leyfðu við nokkrum stöðum að hafa bara opið þangað til að það var lengin úti og þá gáttu við að fara að hleypa fólkin út en varst þú á, sko ég á alveg sögur frá Thomsen, ég bjó fyrir ofan Thomsen beint fyrir ofan sem var versta hugmynd sem þú getur haft sko já, það var hræðilegt sko ég sé það alveg fyrir mér það var gaman sko það var Gretar sem var að spila þar Margeir já, þú veist, allir þeir stráka bara allt partysónliði var náttúrulega bara átti Thomsen skilur á þeim tíma Fríman og þú veist en við erum að tala um dansmúsíkina í endalaust og það má náttúrulega bara gefa alveg risastórt prik fyrir Partizón þeir eru náttúrulega svakalega duglegir þeir eru ennþá bara going strong en þeir náttúrulega, þeir rekka næsta þína músík já, þeir gera það Fyndum á þessum tíma, þú veist, svo fyrir maður tilbaka, þú veist, þegar að Ingólfstorg verður einhver svona hangout-stæður fyrir einhver svona litla skeitari kids eins og mig og öll sko mín kynslóð, þú veist, kannski 2 árum yngri, 2 árum eldri voru svo mikið að hanga þar og þá er exið þar í gamla Morgunblaðshúsinu og hérna, nei, þú tala um aðastræti ég elska, ok en þegar það flutti í gamla Morgunblaðshúsið og sneru stúdíóin að Ingólfstorgi þannig að við vorum alltaf að sjá Skím og Orgurinn að koma og drösla sem græður, við vorum að sjá Robba að koma með græður og alltaf gaurinn sem hingum með honum við vorum að sjá, þú veist, alla Partizón-gaurina þannig að maður var alltaf að sjá þá spila og þetta var rosa líka svona partur af því sem var í gangi á þessum tíma, þú veist, að maður fekk inspiration að sjá bara alla gaurinn að vera dröslas með plötuspilur og maður bara, hei, ég vil plötuspilur þú veist en þú átt plötuspilur, þú átt ekki að setja aldrei ég á plötuspilur núna já, ég selða aldrei nei, en það, þú veist allt sem að var í gangi þá, sem er ennþá það er basically bara Partizón þeir eru eini sem að komast út einu sinni viku eða einu sinni mánuði ég er náttúrulega, því ég er svona top
40 DJ, hef alltaf sagt það og hef alltaf borið rosa virðingu fyrir þeim sem eru sem sagt bara dedikera fyrir einhverja eina stefnu og það top 40 sjálfi stefna þú veist, menn sem að spila bara hip-hop menn sem að spila bara house þú veist, mér finnst þetta alveg virðingavert þú veist, ég hef oft á mörgusinnum þá hefur til dæmis ég man núna síðast að þá benti margir á mig að því það var eitthvað brúðkaup eða eitthvað og því hann sagði, nei, ég er ekki til þessu, hringdu bara Hlyn skilurðu, og þetta er svo virðingavert mér hefur fundist það og þess vegna man ég eftir þegar Partizón var og Fríman og Arnar og Gretar og Tommy og allir þessi þeir voru svo dedikeraðir og mér fannst það svo eins og ég segi virðingavert svo einu sinni þá var ég og ég var, þú veist, á tímabili þá var ég svona þú veist, þetta er svona tímabili sem maður langaði eitthvað annað en maður hafði sko þetta er langt síðan og þá var ég staddur út í LA og þá var eitthvað DJ að spila og vinur minn var sem sagt fluttan inn og það var Carl Cox og ég er eitthvað upp í búrið þarna og hvar var hann að spila? Út í LA Já, út í LA ég var þar í nokkuð mörg ár og svo man ég þegar hann pakkaði saman og við vorum að fara í partí eftir það og vinur minn sem sagt tók plötutöskuna og ég tók headphone-a við vorum bara fullandi vel svo segir ég sagði, kottum með plötutöskuna, ég ætla að halda á hann hann bara, nei, þetta er Guns N' Roses sko og ég sagði, komdu bara með plötutöskuna ég skilur þú ert ekki að fatta þetta ég ætla að halda þessari plötutösku fyrir mannin svo fórum við í partí og eitthvað svona svo ég var eitthvað að spjalla við hann og ég sagði, þú veist, mér er svo gott, þú veist, ég er bara eitthvað svona top 40 DJ og hann sagði, verður bara þakklátt að vera að spila og vera bara, þú veist, just love the music þú veist, ég man svo vel eftir hann sagði þetta og þú veist, að það er svo oft sem maður hugsa bara, okkur ég er ekki þarna þetta er já, en þú veist, eins og í dag skilur, það er náttúrulega bara allir DJ-ar ég segi alltaf, er bara þessi DJ það eru allir DJ-ar og það er svona þú veist, með tilkomu allir þessar nýju græja og nú geta allir keypt sér kontrólir og svona þú veist, ég er svona báðum megin þú veist, ég náttúrulega kem frá plötum en er alveg svona pingu ég hef alveg gaman að því að sjá hvað gaurar að gera með öllu þessum digital græjum og svoleiðis en það sem gerist á þessum tíma er það að þú veist, mér finnst rosalega erfitt að finna einhver góðan DJ til að fylgja ég er nýbyrja bara eftir ég var í Berlín þá allt inni fór einhver svona nöfn að poppa upp sem ég er búin að vera að tjekka og þetta er fólk sem eru bara DJ-ar að því þú verður eiginlega, ef þú ætlar að gefa út í dag það er smá leiðilegu partur bæðið erfitt fyrir artistan að því að hann er kannski ekki það sem hann vill gera, hann verður að gera að þú verður að vera DJ það er að hrinda fullt af fólki sem hefur aldrei spilað áður inn í einhver svona senu þar sem að þeim líður eins og þeir verða að spila plötur en hafa aldrei gert það og eru svo bara að treinrækka þú veist í 40 mínútur eða 3 tíma jafnvel, skilur að þú veist til þess að gefa út í dag og fylgja þið eftir þá þarftu basically að vera DJ þannig að það er rosalega erfitt í dag finnst mér að finna einhvern nýjan góðan DJ sem er bara DJ ég veit ekki svona hvað maður leitar sko eins og til við erum að tala James Hype sko við erum auðvitað báðir að horfa á eitthvað hjá honum að því hann gefur eitthvað út eða að því hann er að spila og þetta er eitthvað svona saga við erum ekki að horfa út á músíkinni alls ekki en samt erum við að horfa á þetta nei, ég er bara, þú veist og ég ber rosa virðingu fyrir honum og við þykir bara væntum alveg því ég er alltaf fylgdistólið þegar var hérna í COVID-inu dedikeraður og það er kannski bara því þetta er svona bræðralag að maður bara geggi hér, halda áfram ég virði alveg endalaust af fólki og listamönnum sem að ég er ekkert basically að fylgjast með listinni en er SoundCloud þá SoundCloud hefur ekkert virkað fyrir mig nei, ég er með SoundCloud og nota það bara bæði til að senda lög veist, ég nota það fyrir bíli playlist og er að senda á labels skilur, bara með í private þú veist og fyrir mix ég hef ekki dottið inn í Mixcloud og sko SoundCloud var náttúrulega bara
the place to be. Ég ekki heldur. Nei, sko Mixcloud, ég fæ oft sendan Mixcloud link en mér finnst þetta bara leiðilegt viðmót, þú veist, á síðunni. Þú veist, það ætlar að spóla tilbaka þá allt inni, hei, þú verður að vera í subscription og eitthvað, það maður bara, þú veist, ég nefnir ekki. En þú veist, jú, ég nota alveg SoundCloud, þú veist, alveg ennþá, en það náttúrulega virkar ekki, ég er ekki að koma mér á framfæri, þú veist, eins og maður gerði í gamla daga. Finnst þér hérna, að því að nú ert, þú veist, að því að eins og ég sagði hann, við erum á svona svipuðum stað, þótt að ég sé í öðru en þú, að þá markaðurinn okkar úti, en, og svo, þú veist, þú ert náttúrulega hjá okkur leibúli og það gefið út og leibúli gerir alls konar fyrir þig eins og fyrir mig, skilur við. Já, ég alveg svo, ég get alveg rætt þetta líka við þig, ég hef alveg skorað þessu líka, og hvað, og ekkert meira. En ég var einmitt að tala í viðminu daginn og ég sagði, heyrðu, ok, nú að því að ég með sko dálítið svona Evrópu, ég sagði, núna langar mér í Ameríku. Já. Þú veist, ég hef engan á því að vera heimsfrægur. Nei. Ég hef engan á því að vera frægur. Nei. Ég hef engan á því að vera miljardamæri, það ekki pointi hjá mér. Nei. En nú langar mér að fara þann markað, skilur við. Hvað gerir maður fyrir ameríska markað? Já, ég meina, þetta eitthvað sem að þú hefur pælt í þessu? Nei, ég hef bara, þú veist. Ertu hjá einu leibóli bara? Nei, ég hef bara gefið út í fullta leibólum, sko. Og ég hef gefið út frá, þú veist, ég hef verið bara að hoppa á milli, þú veist, það var einhvern veginn í gamla dag, fyrir, þú veist, 15 árum eða 10 árum eða eitthvað. Að SoundCloud, þú vorum að tala um SoundCloud, að SoundCloud var basically staðir sem þú settir inn einhver demos, eða bara, þú klárar lag, bara, þú hugsaðir ekki svona að þú verður að gefa það út af því að mér finnst basically Spotify þegar fólk já ég var að gefa út nýtt lag á Spotify eitt lag, ég er ennþá í formatinu, ég vil allavega að sjá þó að ég sé stundum neyddur í að gefa út bara 2 laga EP, þá finnst mér EP eigi að vera, ég er ekki alveg búin að missa hvað maður að segja, traust hlustandans að hann hafi ekki þóli að hlusta á fleiri en 2 lög í einu, skilur, að því að LP er basically bara dottið út, skilur en mér finnst að EP að vera allavega 4 lög en þú veist, SoundCloud var náttúrulega bara staðin sem þú settir inn demo og þú veist basically uppgötaður og þá hafði fólk skilur samband við þig og þaðan komu fullt af tilbúðum, hei, viltu gefa út, við viljum gefa út og ég var náttúrulega bara nýr í þessari senu þarna 2012, 13, 14 en ég gátt ég bara hjá fullta labels síðan fóðum maður svona sjábyrðinu við þú veist, ég er ekki að sjá neitt ég er ekki að fá borgað ég er ekki að fá nein royalty reports þú veist, árlega eða eftir einhverjum period, þú veist, vanlega er þetta 4 sinum ári sem er gert upp, skilur og síðan fór ég bara að þekki þetta lið eitthvað ég þekki engan nei. Ég veit ekkert hvað þetta fólk er ég veit ekki frá hvað landi líka þetta fólk er skilur já, ég, sko, núna að því að nú er ég búin að vera í þessu í þú veist, einhver 10+ árið eða eitthvað svona þétt, jamt og þétt að vera að gefa út og er það heppin að ég hef hitt rosalega mikið af þessu fólki sem ég er að gefa út hjá í dag og átt bara venjuleg samtöl bara ekki tónlistar tengd samtöl og eignast vini í gegnum það að fyrir nokkrum árum það ákvaði ég ætla ekki að gefa út hjá neinum sem ég hef ekki hitt hef ekki, þú veist, fengið mér pulsu með eða döner eða fengið mér bjór með eða verið á djamminu með eða eitthvað einhvern sem ég tengi, sem ég get ekki sagt bara já, þetta er vinur minn, skilurðu af því að það sem við erum að gera eins og við erum að tala um á við erum aldrei að fara að hætta að gera þetta ég get ekki hægt að búið tónlist og það er bara því að mér finnst það bara gaman Ableton og græðunar mínar er mín PlayStation skilu, ég hef aldrei verið PlayStation eða svona leikjagur alltaf bara eitthvað að elska að fikta í græjum og fikta í forritum og eitthvað svona það er bara það sem ég gerir mínu frítíma skilu og bara basically hobby sem hefur mjög skemmtileg benefits inn á milli, þú veist þannig að í dag reyni ég bara að gefa út til fólki sem ég þekki sem ég get hringt í og svipur hei, hvernig hefur það í dag skilur og ég er ofta að fá núna tilbúið bara hei, við erum minna label og við viljum gefa út og það verður á vínil og verður allt geggjað og ég bara, þú veist, auðvitað langar maður að gefa út í vínil en þú veist, ég bara veit ekkert hverjir þið eruð
og það ekki til þess að vera eitthvað, hei, þú veist, ég núna þessi gaur, eitthvað, það bara þú veist, þetta bara svo ótrúlega persónulegt fyrir mér en það líka tekur tíma auðvitað tekur tíma, skilur og núna gef ég bara út hjá gaur sem að, þú veist, út af því að þetta eru vinir mínir, þá ég ekki að ætlast til að búast við að þeir sé að borga eitthvað up front þú veist, og ég vil aldrei fá eitthvað svona advance, af því að, þú veist, advance því bara, þeir eru bara að lána þér pening, skilur þannig að, þú veist, allt sem að, þú veist, allir peningur sem ég hef grætt allt bara royalty sem kemur eftir á og síðan allt þetta sem kemur með því bara, herru, þessi ykkur var að fíla plötuna, hann vill bóka þið á þennan klúbb núna af því ég basically, ég hef alltaf sagt, sko, ég lifi meira inn í þessu til þess að geta ferðast inn á milli og hitt fólk og bara svona fá að vera ég í kringum eitthvað nýtt fólk, skilur, og kynnar bara eins og ég segi, var þetta í Saudi-Arabíu, ég vissi ekki hverju áttu vona á að vera þar, detta inn í einhverju senu sem bara, það voru allir að spila bara það tekja á móti þetta fók sem þú ert búin að tala við já, en ég hef aldrei hitt að fólk ég var með einn tengilið og síðan gaf ég út hjá labelið þar sem að góðu vinur minn í Berlín svona A&R fyrir veist, hann fór í samstarfi þá þeir réðu hann til þess að brúa alltaf svona bilið þeir eru að búa til svona tengingu á milli Saudi-sinnar og Evrópu og réði svona Karlo félag minn sem með annar label sem ég gef líka út hjá, sko. Þannig þetta allt í gegnum einhvern veginn svona vini sem ég finnst rosalega þægilegt því að þeir mega segja, ég get tekið skít frá þeim, bara hei, maður eru til að mixa þetta betur. En ég nenni ekki að hlusta svona frá fólki sem ég aldrei hitt, fattur en ég get bara að tala við fólk eins og vini mín og þau getur að tala við mig, skilur. Þá er þetta greitt, já, þetta eins og hjá mér, sko, þetta 4 sinnum á ári sem þetta er greitt út og svo sendir maður sendir bara, basically bara reikning, skilur. En sum label eru með budget. Þú veist, sum label eru bara rekin þannig að þeir eru bara með eitthvað. Skráið þú þetta þá hérna heima í stefgjald? Ég skrái allt. Ég skrái sjálfur og provæta í rauninni þarna IRC-kóðan ISCR eitthvað ESCR-kóðan, ég geri það í gegnum bara Ísland, skilur. Þannig að þá ég í rauninni alltaf með þann kóða. Og reyna að gera það eins ofta eins og ég get. Stundum eru þeir bara, nei, herru, við erum bara með þetta, þá ég bara, whatever, sem alls sama, skilur. En ég skrái samt allt hjá Stef. Þú fylgist ekki, fylgistu vel með þessu, eða? Nei. Ekki heldur, sko. Sko, ef að frá, sko, eins og, við erum að tala um Karlo félagi minn, hann með puttanu öllu, hann producent, hann DJ, hann á 2 börn og hann að vinna fyrir, sko, sín label og svo þetta frá Saudi-Arabíu líka og síðan einhvern veginn svona að græja einhverju hluti inn og þar á milli og gera remix og alls konar dót, sko. Hann alltaf að skamma mig. Hann bara, herru, ég sá að gefa út á labelin, þú pizzaðir ekkert engan single hérna á Spotify sig. Ég fekk líka svona í daginn. Og ég bara, pizza, ég veit ekki hvað þú að passaði að gera þetta þegar ég bara, ég var bara, þú veist, og síðan þegar ég dett í þetta svona, ok, nú ætlum ég að vera hérna, þú veist, intro to the business guy og vera hérna að sjá allar þessar pappírsvinnu, skilur. Þá bara byrja ég að hata tónlist þá fyrir ég fíl út í tónlist þá ég bara, ef ég þarf að vera að gera þetta þá hugsaði, ok, það var ég geggja að vera með manager og hann myndi bara sjá þetta en síðan bara eitthvað, ég þarf ekki að manager að þetta ekki svona, þarf ekki að vera svona flókið að því ég ekki in it for the money, þú veist ég ekki í þess að græða, þessu auka peningur góður, skilur. En svo veit maður ekkert, sko, svo eins og ég til dæmis fæ, heyrðu, þetta það sem að sendur reikning fyrir þessu, þetta salan síðustu 3 mánuði. Það geggja að fá þannig skilabúð. Bara frábært, en hvernig veit, þú veist, ég veit ekki, ég fæ ekki að sjá neitt. Og hann getur búið bara til einhverja pappíra, skilur. En hún kannski góðandi svona businessliðina en þetta bara partur af því ég er með 60 eitthvað þúsund ólesin e-mail og það bara ræðilegst í mínu lífi er e-mail. Gæti kannski verið bara $60,000 það var eitthvað sem sagði þetta er bara fullt af missed opportunities en þú veist þetta er allt voða gaman og þegar ég líka stundum þegar maður hefur verið að kvarta yfir ykkur og eitthvað svona þá þú veist minnar þetta manni á sko að þú veist þetta er bara draumur hjá fullt af fólki að þú veist bara að spila eitthvað kvöld eitthvað staðar þótt að everybody is DJ, ég veit ekki hvað ég er oft búin að segja við eitthvað bara, ákveður hérna færði ekki dóttinni að gera playlista og allir er í stuði skal lána ykkur lítinn kontroller en tekur þú svona vínilkvöld, hefur tekið ykkur svona
Nei, þú varst nú að spila eitthvað á netinu í COVID-inu og það ekki, þá varst ekki vínilkvöld, mér finnst að fólk eigi bara að spila mér er alveg saman að spila vínil eða ekki ég hef alltaf verið með vínil á milli puttana, skilur og þó að ég fór í digital og spila mikið digital ef ég spila á stöðu sem bjóða bara plöðspila þá tekið mér með plötur og ég hef aldrei gert það hér þegar ég hef aldrei beint verið aðstæða bara upp á vibration og svona dót fyrir plötunar og svona en ég enda að spila að sínasta kaffbátum þá þeir eru búin að kaupa einhvern svona platta skilur sem þú getur sett undir og það var bara ágætt, hún skoppaði einu sinni nálina því það var einhver fullur eitthvað það rakst í en það er allt í lagi þannig að ég ætla að halda því áfram það er gaman að sjá sérstök vínilkvöld ég hef ekkert verið beðin það er einhver 1 eða 2 sem að spila alltaf vínil það eru fullt af lið sem spila vínil og það eru alltaf vínir sunnudagur á kaffbátnum og allt það en mér finnst bara svona pingu þetta svona branding svona, hei ég er vínilplötur ok, en þú spila ógeðslega leiðilega plötur mér er alveg sama, fattur þú ef þú spila góð tónlist, það spilar þú góð tónlist hvort það sé úr símaninum eða eitthvað fórstu í Final Cuts já þegar það breyttist frá sérstaklega kontrollega frá vínplötunni og yfir á tölvuna ég átti bara bókstaflega Stanton boxið ég skal segja frábæra sögu það þess vegna kom ég veit upp ég var að spila á þessu tímaberi var ég alveg gúgú í DJ-mennskunni ég pantaði frá New York Rain Rotary rakk alltaf ég er alveg klikkar í þessu nema það, ég hugsaði eins og ég sagði sjálf mig ef ég tek upp plötuna á geisladisk get ég þá ekki nota CDJ 1000 til þess að spila á CDJ-ana þá er ekki komin diskur í spilarnu? Nei, það var bara plötur, þú gast stjórna plötunum með tölvunni Nei, já, minna það, já en ekki frá CDJ-unum Nei, já, svo ég tók upp skilur, plötuna yfir á geisladisk spilaði kvöldið og það virkaði ég bara, what the fuck, ég get nota CDJ-ana sem kontroller fyrir þetta ég setti á netið og það springur allt upp og ég held ég hafi gefið fleiri 1000 kópjur af þessum fæl því að Stanton var ekki búin að gefa út þetta en þetta var þetta Jesse Jeff sem kom með þetta á markaðinn eða var þetta, hvað heitir hann Nei, hann er meira í hann er alltaf verið meira Nei, sem kom fyrst með þetta á markaðinn vínil sem að kontrollera tölvuna hvað hét hann aftur Jesse hefur alltaf verið meira tengdur Rain og þú veist þegar þau voru með Serato og það dót hann er í samstarfi við þá nú er hann að promotera bara nálalausa dóti sem er bara eitthvað svona ég hlusta á hann daginn geggja hlusta á hann að spila live Nei, þú veist, ég er að tala hann að dóti sem þú setur bara ónum plöðspila þú þarft ekki að setja nálinn á plöðuna en getur notað og félag minn sem býr í LA hann notar þetta rosa mikið því hann spila bara í rauninni vínil en hvað voru að tala þannig að Stanton dóti ég reyna að muna hver var fyrstur sem að kom fyrstur sem ég sá nota Final Scratch það var gaur sem heitir DJ Craze sem var þá heimsmeistari í DMC ég tók það til þeirri getni ekki ég, af þessu vinnu minn fór út hann sem sagt kom með þetta hinga og var að spila á, ég mæn ekki á hvað stað það er fyrst sem ég sá þetta og meira að segja þó að hann var með öll specs í tölvunni eins og það átt að vera því hann var náttúrulega á spons þá heyrðum maður bara þetta digital glitch sem kemur skilur í þetta var á Linux fyrst já, einmitt það virkaði ekki á PC, það var bara Linux og hann var samt að nota og það var úrslega gaman að sjá þetta og ég keypti mér þetta einhvern tímann þegar ég bjóði í Danmörku og þú veist ég gat aldrei DJ með þetta en ég gat skratsa stundum með þetta og þetta var, og síðan var byrjaði ekki að vinna nú vel með tölvunni og eitthvað svona vesen en Serato boxið sem kom fyrst þeir voru on point svarta boxið, það var ekki þeir voru með sama boxið í 10 eða 15 ár áður en það kom Serato 2 eða Rain 2 boxið eitthvað þannig ég ætlaði alltaf að kaupa hann og DJ Craze var að nota Final Scratch þá var ég bara, ok, við stilum nota það skilur en hann var komin í Serato strax en ég notaði í smá tíma og tölvun og allt það en mitt markmið var alltaf að spila ekki með tölvu
það var mitt markmið og ég sem sagt leið og CDJ 2000 kom út og þá keypti ég það strax og hætti að nota tölvu og ég hef ekki notað tölvu en ég tek hann alltaf með mér ég hugsa með þessi síðast ekki að hætta að taka tölvuna með þér því nú er ég komið 3000 sko skilur og ég er alltaf með á SD-korti bara þú veist ég bara næ ekki sömu tenging á tölvunni og svo man ég því ég er blindur hérna á augunum sko ég geymdi alltaf tölvuna hérna það er bara svo ég sæ ekki tölvuna þú veist, við erum svo rugglaðir skilur og þetta er bara eins og þú veist, þetta er bara eins og við varum að tala á þú veist, eins og með græjur og svona þú veist, það er fullt af eins og þú góð að segja, akkur þetta gerir þetta svona akkur þetta gerir þetta ekki bara í tölvunni þú veist, við erum svo, þú veist, við erum bara þú veist, við verðum að hafa, þú veist og ég gat ekki tölvuna Nei, ég nota tölvur rosalega mikið þegar ég fór svo almennilega yfir í þetta svona En þú spilar til dæmis bara þegar CD-gerir ertu með tölvuna? Nei Tekur ekki bara USB? Jú, bara USB sko Nei, en ég tók rosalega langan tíma sem ég var bara með Serato og tölvu og síðan þegar maður var aðeins latari þá var maður með einn spilara og mixer og tölvu af því að maður gæti alltaf bara kópira yfir og haldið skil áfram. Svo ítur að takka og þá fórst yfir að hitt. Þú veist, ég notaði þetta bara í ábyggilega svona 10 ár. Nei, kannski alveg. En síðan þegar ég fer meira út í hásið og að byrja að spila þá náttúrulega notaði ég bara 2 SLA og Serato en ég var alltaf að horfa á henni helviti skjá. Nei, ég get ekki sko. Og síðan fór ég einhvern tímann að sjá einhvern spila og hann var með þetta og ég nenni ekkert ok, í fyrstulega á maður ekki að horfa á DJ-in maður bara að dansa, skilur en þannig þetta bara í dag Ég hef aldrei hitt þetta satt Nei, þú veist, en þegar maður alltaf tók eftir ég að manneskja var bara í tölvun allan tíman og þú veist, jú, þessi spilar eru klálega að tala á líka og þú ert að stara á skjá allan tíman en þú veist, þess vegna finnst mér líka pirrandi þegar spilarnir eru svona þú veist, ég hef verið að spila á stöðum þar sem vínilspilarnir eru niðri og hinir eru á stand og þá ertu með ljósið og sér ekkert sérstaklega í einhverju svona darkroom og sérðu ekkert hvað er í gangi fyrir aftan, þú getur ekkert lesið neitt Þetta er svona hásdæmi Já Þetta er hássettibi sem var hérna Þetta er alltaf dett út, ég man eftir það er eitt staður sem ég fór ofta á og félagi mínu var að spila oft út í Berlín að þegar ég var að fara fyrst sko, byrjun seinasta árs þá voru spilarnir uppi og svo núna var búið að setja niður og þau voru alltaf bara viljum ekki hafa þetta svona mikið fyrir framan ég vil geta bara sett á lag og bara horta krátið og vera aðeins að fylgjast með Þetta er svo lendir í þú ert að spila út allt en nú fyrir náttúrulega bara með ég tek alltaf út með mig bara Já, þú veist náttúrulega bara þitt eigið skemmtana kerfi bara En þú ert nú líka með eitthvað hljómbúrð eitthvað Nei, ég var að tala þegar þú fer að spila til dæmis í brúðkaupum og svona þú ert bara með þú mæti bara ég skal segja eitt sko örugglega alveg eins og þegar þú ert að spila á stöðun svo þú vanur að gera eins og príkin og þetta sko þá finnum maður breytingarnar og ég segi oft sko ég var að spila daginn í einhverju brúðkaupi og hérna, nei það var ekki brúðkaup það var eitthvað ammali held ég og það var svona trúbátur undan mér og ég sagði okkur tekur ekki bara kvöldið það er miklu betri stemning skilur þau, að þetta verður breyst þannig að liði vill bara hoppa það vill skoppa og það vill hafa brjálu læti þú veist, það er ekkert þú veist, það er bara dansinn í dag fattar þú, þá vill bara syngja með einhverjum eigalögum og eitthvað svona og ég veit alveg, þú veist við erum að spila fyrir aðeins öðru sér krát sem DJ-ar og tónlistamenn að þá erum við alveg kokki líka við erum hrókafullir og höfum brjála skoðun og fullt af hlutu sem að við kannski erum ekkert endilega að segja og sérstaklega ekki hér en það er alveg nokkru aðilarnir út í bæ sem að ég var alveg til að spjalla við og segja hei, ertu til í að hætta þessu þú veist að ég sé þú veist, þeir eru bara að eyðileggja þetta skilur þið, en þetta er bara þetta er náttúrulega bara eins og við talum það kom bara nýja kynslóðir þetta koma nýja kynslóðir og það fylgir þessu breyting og maður verður dálítið að bara kyngja því að nú er maður bara kannski að detta í eldri kantinn og maður er eiginlega bara ekki í aðstöðu til þess að tala svona maður getur auðvitað hefði með sín álit og svona en að það þýðir ekkert að vera að skóla einhver tvítu og nýja bara nei, þú ætti að gera þetta og þú ætti að kaupa plötur og eitthvað, ég kendi fólki að býta sko. Nú eru við konið þangað 1 gig í mánuði er bara fínt það er bara nú Já, mér finnst það fínt